Þú voru að fá afturlendingu í bikarnum, hvernig líst þér á það verkefni? Mér líst bara mjög vel á það. Við höfum spilað marga leiki við afturlendingu á undanförnum árum og það hefur yfirleitt verið hörku skemmtilegir leikir og okkur hefur gengið vel og þannig að ég bara, mér líst mjög vel á það. Einn eftirminnilegu leikur sem kemur upp í hugan á manni núna nýverið þar sem ég tók á í Mosfellsbænum, það virkilega skemmtilegu leikur. Já, mjög skemmtilega minningar og já, eins og ég segi, svo höfum við spilað fullt af leikjum við á yfir vetrartíma líka, þannig að þetta eru lið sem að þekkja hvort annað mjög vel og verður vafalaust hörku leikur og skemmtilegur leikur. Hvernig var að fá bara svona bikarkeppni inn páskana? Það var bara skemmtilegt, alltaf gaman að taka þátt í bikarkeppninni og fekk tækifæri til að hitta minn mann Rúnar Pál og þannig að það var bara skemmtilegt í geggjuðu veðri í Laugardalnum og já, bara brýtur upp byrjun á Íslandsmótinu og alltaf skemmtilegt að taka þátt í bikarnum. Var það gott sem þið getið tekið út úr þessum leik á móti Grótti? Já, það á eftir að nýtast okkur, ekki spurningu, vorum mikið með boltan og margar sóknir og náðum að smyrja það aðeins og náðum mönnum á blað eins og Viktori og Ómari og Gísla Laxdal sem var frábært, þannig að já, ekki spurning. Núna bara komið að næsta leik í deildinni en farið inn í Akraneshöllina, hvernig líst þér á það? Það verður auðvitað bara hörkuleikur móti Vestra, annar lið sem við höfum mætt ofta á undanförnum árum og tvö lið sem þekkjast mjög vel og verður hörkubarátta eins og alltaf á milli þessara liða og þannig að það leggst bara mjög vel í okkur. Er jákvætt fyrir ykkur að fá leikinn í höllinni? Nei, ég meina auðvitað er þetta bara leiðindar vallarmálin á Akranesi eru bara mjög vandræðaleg og leiðindamál og völlurinn bara því miður er handónýtur og það er náttúrulega bara nokkuð ljóst að fyrst hann er ekki tilbúinn núna, við erum búin að vinna mjög mikið í honum bæði eftir síðasta tímabil og núna síðustu 5-6 vikur og hann skildi ekki vera tilbúinn núna eftir þennan vetur af því að hann var mjög hagstæður, frostlaus og það er fyrst hann er ekki tilbúinn núna þá verður hann aldrei á þessum ástíma þannig að auðvitað er það fúlt að geta ekki spila þar en við munum spila en ég hef sagt þessi jákvæða við þetta er að þetta verður eini leikurinn sem verður spilaður þarna og það hittist þannig á það er á móti vestra liðinu sem sennilega hefur ekki spilað færri leikin við inn í Akraneshöllinni í vetur þannig að þeir þekkja það mjög vel og ég held að þetta verður bara skemmtileg umgjörð sem er verið að búa til og margir sem eru að vinna í því og ég er bara spenntur. Hvað þarf að breytast þarna á Akranesi? Við þurfum bara nýjan völl, við þurfum nýtt undirlag, við erum að spila á 70 ára gamlum velli, það har aldrei verið skipt eitt eða neitt í honum, það har bara verið mokað í hans sandi í 70 ár og þannig að hann er handónýtur, hann drenar ekki og það er ekkert vökunarkerfi og við höfum undanfarin ár verið að gera allt sem við mögulega getum, það hefur verið álagið á hann hefur verið minnkað alveg gríðarlega til þess að reyna að halda honum sem keppnisvelli og í sem besta standinu en án þessar atriða sem ég nefndi áðan þá er rosalega erfitt að halda góðum grasvelli á Íslandi og það er bara því miður bara hræðilegt ástand fyrir alla, og ekki síst okkur, vegna þess að við spilum flesta leiki á þessum velli og það hjálpar okkur ekki neitt. Spyrjaði út í lokin bikaræfindiri Káramanna, tóku fylkismennina í Akraneshöllinni og gaman að sjá það? Heldur betur, frábær árangur og mikil stemning og við erum auðvitað með fullt af ungum og efnilegum strákum í því liði þannig að frábært að þeir fái áfram hörkuleiki í þessari keppni og hafa gert á undanförnum árum þannig að það er stórskemmtilegt. Það vonast þess að fá Kára núna í 16. úrslitum? Nei, raun og veru bæði og gaman fyrir þá að fá bara sitt sjálfstæða líf í þessari keppni og vera ekkert að blanda okkur inn í það og fá hörkuliðs, fá Stjörnuna heima úrvalsdeildarlið og gaman fyrir þá að máta sig í það verkefni og ég held að það hefði verið allt öðruvísi ef þeir hefðu fengið okkur þetta bara stór hluti af Káraliðinu að æfa með okkur til dæmis þannig að þetta er öðruvísi upplifun fyrir það og ég held að það sé bara gott mál. Takk fyrir þetta Jón, það voru gangið vel. Takk fyrir.